Ert þú talsmaður Guðs hér á jörðu? Hvort sem þú ert karl eða kona, yngri eða eldri, þá vill Guð eiga sér sína talsmenn. Fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna. Ég segi þessi orð vegna þess að ég sá á netinu nýlega yfirlýsingu manns sem ég þekki ekkert til, veit ekkert hver hann er. Hann sagði ég var að lesa í Biblíunni og ég vil ekki sjá þetta meira. Því það ekkert annað bara tortíming og í eldi og hvað eina. Þannig Guð vil ég ekki hafa. Vesalings maðurinn, hann hefur ekki heyrt nokkuð tala máli Guðs og þess vegna hans afstaða svona og ekki síst vegna þess, hann hefur ekki lesið Biblíuna, hann bara kíkti á einn texta og þetta var það sem hann sá og hafnaði þar með Guði í Biblíunar. Ég ætla að hvetja ykkur í dag til þess að lesa Biblíuna betur, gaumgæfilegar og koma auga á kærleiksríkan, góðan Guð sem leggur allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Viljið þið vera talsmenn Guðs? Auðvitað. Við skulum skoða þann möguleika, hvort allir eigi möguleika til eilífs, að lifa alla eilíf hjá Guði, í sælu, heilbrigð, engin veikindi, mótlæti að neinu tagi, bara gott að lifa og njóta alla eilíf. Þannig framtíð hefur Guð búið okkur og hann segir frá því í Biblíunni, en þeir sem ekki lesa Biblíuna ráði, þeir missa af þessum fyrirheitum og dvelja bara við ósköpin sem Guð segir frá að hafi gerst hjá sumum eða komið fyrir sumt fólk, af því að það vildi ekki kynna sér þennan yndislega dásamlega Guð sem fórnaði eigin syni sínum í dauða hér á jörðu til þess að verða mætti að við gætum öðlast frelsi og sálihjálp að eilífu. Og ég ætla að byrja á að sýna ykkur nokkra texta og þetta verður smávegis svona biblíu samlestur hjá okkur. Til dæmis í 15. kafla hjá Lúkasi segir að Kristus sagði frá því að maðurinn okkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignanna sem mér ber, og hann skipti þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Við höldum áfram. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfs sín og sagði, hve margir eru daglauna menn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti þér, móti himninum og gegn þér. Takið eftir því, Jesús að tala sinn himneska föður, ekki jarðneskan föður. Þetta saga okkar himneska föður, Guð almáttugan, sem gaf soninn til þess að við mættum lifað eilífu ef við bara vildum taka við honum inn í líf okkar. Svo höldum við áfram. Frá 20. versi lesum við. Og hann tók sig upp á fótum föður síns, en hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann. Þetta okkar himneski faðir. Og hann kendi í brjóstum hann og hljóp og féll háls honum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans, þetta himneski faðir okkar. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með hina bestu skikku og færið hann í, dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum, sækið og alikalvun og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag, því að þessi sonur minn
var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. Falleg saga, en hún ekki búin. Við höldum áfram. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hefur aldrei breytt út á boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kýðling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skægjum, þá slátrar þú alikalfunum fyrir hann. Þessir textar, allar þessar yfirlýsingar og þessi saga kom mér í huga þegar að kona ein sem hafði alla trú eins og ég, þekkti Biblíuna og gamla góða aðventboðskapinn eins og ég, sneri bakinu við okkur. Vegna þess að við dirðumst að leyfa manni, syndara, stórsyndara, að koma hér upp og segja frá reynslu sinni. Eins og sonur þarna hjá svínunum á meðal skækjana, en áttaði sig á hvað hann fór á mis við mikið. Og þessi, ég að tala raunverulega mann, son, sem fékk tækifæri til að vitna Guð hér í þessu húsi. Þá var þessi trúsystir mín reið út í mig fyrir það að líða svona mönnum að koma í kirkju upp á ræðupall. En tókuð eftir því að faðirinn í þessari sögu, hann gladdist, hann fagnaði, hann faðmaði hinn týnda son að sér og bauð hann velkomin. Sjáu þið hvað að gerast á meðal kristina, því að við heyrum þetta oft og sjáum það oft, að fólk hafnar Biblíunni, hafnar þessu Guði sem þeir hafi í rauninni ekki kynnst almennilega, af því þeir lesa ekki Biblíuna. En svona með marga. Og þess vegna trúin að deyja út á meðal, ekki bara þjóðarinnar, heldur margra þjóða, því að börnunum ekki kennt. Þau fá ekki að heyra sögurnar. Og þá má ekki kenna þeim fagnaðarerindið, ekki í skólunum. Og svo segir í 15. kafla áfram, það 31. versið, í sömu sögunni sem við vorum að rifja upp. Hann sagði þá við hann, þetta faðirinn: barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt, en nú varð að halda hátíð og fagna, því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Hugsið ykkur. Við höfum ástæðu til að gleðjast hér í þessu Guðshúsi, boðunarkirkjunni, og í hvaða kirkju sem þegar að syndarar koma aftur heim. Við getum beðið fyrir þeim. Við getum leitað þeirra og aðstóðast líka við að byrja upp og nýtt, eins og þessi trúbörður okkar fékk að upplifa á meðal okkar. Það segir í smá grein sem ég held svo mikið upp á, eftir Ellen White, kona sem augljóslega var leidd af Guði til að skrifa þessi orð. Hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið, ef þú í auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesú Krists, mun hann gefa þér að lifa framvegis með lofsöng á vörum. Erum við ekki öll syndarar? Við erum öll glataðir einstaklingar nema því aðeins að við tökum Jesú Kristi inn í líf okkar. Við kennum hann sem frelsaran okkar og þökkum Guði föður á himni fyrir það að hafa gefið okkur soninn. Við höldum áfram, vinir.
Í 23. kafla Lúkasar þá segir frá 32. versi: með honum voru og færði til hans, þetta Jesú, til lífláts aðrir tveir sem voru illvirkjar, og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Hægt að leyfa syndurunum, ég að tala stórsyndarana, að koma nær Guði en þetta? Tveir illvirkjar, mjög vondir menn, réttilega dæmdir til dauða fyrir glæpi sína, og sjáu hvað gerist. Þá sagði Jesús við þá: Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Sjáu þið hver biður fyrir okkur. Við erum illvirkjarnir. Það sama þó við gerum ekki alveg sömu glæpi og aðrir syndarar, stórsyndarar. Við erum öll í sama báti, glataða manneskjur, nema því aðeins að við meðtökum náð Guðs. Yður synda okkar eins og ræningin annað þeirra þarna á krossinum. Og svo segir þar: annað þeirra illvirkja sem upp voru festir hætti hann og sagði: ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfu þér og okkur. En hinn ávítaði hann og sagði: hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þó undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílíkur vitnisburður stórsyndara. Svo verða þetta fingur út í og amast út í vesalar sálir, fyrir ekki að ég nota þessa lýsingu, því þeir koma í eymd sinni og uppgjöf eftir að hafa glímt við syndina í langan tíma og vilja hverfa aftur til síns himneska föður og frelsaras, hans elskaða sonar. Og það segir þarna: við erum með réttu og dæmdi þannig og fáum makleg gjöld fyrir gjörðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílík trúarjátning stórsyndara. Þá sagði hann, Jesús: minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þínu? Og Jesús sagði við hann: sannlega segi ég þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þetta alveg stórkostlegt, og ég vil fá að taka þátt í því að boða stórsyndurum, ekkert síður en öðrum syndurum, fagnaðarerindi Jesú Krists. Viljið þið taka þátt í því? Auðvitað. Svo segir Jesús í Jóhannes í 3. kafla, og ég les þennan frægasta texta, best texta Biblíunar, með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir: mannsónurinn á að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á að trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Þetta hér verið að segja, og þetta eru orð Jesú Krist sjálfs, það sem hann segir að hver sem trúir, hann fær eilíft líf. Hver eru við þá að dæma aðra syndara fyrir það að bjóða syndara, jafnvel stórsyndara, ef þá er að ræða, velkomna á meðal okkar? Megi Guð eins og þrýsta þeim inn í þetta hús eða inn á meðal okkar, til þess að þeir fá tækifæri að upplifa hvað það er, að það tekið vel á móti þeim af öðrum syndurum. Við erum öll í sama báti, en sá sem stýrir bátnum er Jesús Kristur. Við höldum áfram. Nú er komið að Abraham, því að þessi maður sem ég var að vitna í áðan, sem hafnaði Guði fyrir það að ætla að brenna íbúa Sódóm og Gomorru,
og nú drottinn sjálfur komin í heimsókn til Abrahams sem bjóð þar skap frá. Og við lesum þetta í 1. Mósebók á 18. kafla. Það segir Abraham við drottinn, hann vissi hver þetta var. Vera má að 50 réttláti séu í borginni. Hvort mun þú þá afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru. Sko, Abraham hélt að það hlyti nú að vera og að væri hægt að finna 50 réttláta og þá yrði borginni allri borgið. Svo hann fer í þetta að semja við Guð, prúta sáluhjálp, stórsyndara. Svo segir, fjarri sé þér að gera slíkt að deyða hinna réttlátu með hinnum óguðlegu, svo eitt gangi yfir réttláta óguðlega. Fjarri sé það þér, mun dómari alls jarðríkis ekki gera rétt. Hann var að brýna drottinn. Ekki gera mistök, kannski eru þarna 50 réttlátir. Og drottinn mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta inn á borgar, þá þyrmi ég öllum staðnum þeirra vegna. Sjáu þið? Og þið sem þekki söguna, það þarf ekki að lesa það fyrir ykkur, þið lesið þetta þegar þið komið heim, vona ég. Abraham var ekki alveg nógu sannfærður. Það ekki víst að þessi 50, kannski eru þeir 48, 49 réttlátir og þá verður öllum eitt bara út af því að það vantar einn eða 2 upp á. Eitthvað svoleiðis fór röksendin hjá honum nema hann fór stiklað á stóru og nefndi næst 45. En hvað segir þið 45? Og drottinn sagði, ég mun ekki eyða borginni vegna þessara 45 sem hugsanlega kynnu að fyrirfinnast réttlátir. Og enn heldur Abraham áfram og finnir í 40 og síðan 30 og síðan 20 og alveg niður í 10. Og alltaf var Guð reiðubúinn að náða þá. Alla, ef það fyrirfinnist 10. Og þá var Abraham orðinn nokkuð viss. Nú var þeim óhætt. Og svo fór drottinn frá honum. Borginni var eitt og öllum sem þar voru í, því að það fyrirfundist ekki einu sinni 10 réttlátir. En hann var fús til að fyrirgefa og náða stórsyndarana, eða bara fyndust nógu margir þarna á meðal, en þeir náðu ekki einu sinni tölur í 10. Svo var það önnur borg sem talaður og sagt frá í Biblíunni, sem var svo stór syndug, það að segja íbúa hennar, að Guð fól Jónasi að boða íbúum í Nínive, að borginni verið eitt innan 40 daga, eftir 40 daga nema. Og við skulum lesa, í byrjun segja þetta í Jónasar bók, það 1. kaflinn, að orð drottins kom til Jónasar að Mittæsonar, svo hljóðandi, legg af stað og far til Nínive, hinnar miklu borgar, og prédika móti henni, því að vonskap þeirra uppstigin fyrir augliti mitt. Sjáu þið, ósku svipað og með Sódómu. En Jónas lagði af stað í því skyni að flýja Tarsis, burt frá augliti drottins, og fór hann niður til Jaffa, þar hitti að skip ætlað til Tarsis, sem telja þetta sé Spán, eða löndin þær í kring, Portugal, Spán, eitthvað svo leiðis. Og þar hitti hann skipin ætlaði til Tarsis, hann greiddi fargjald og steig á skipið því skyni að fara með þeim til Tarsis, burt frá augliti drottins. Jónas þekkti drottinn. Hann vissi að hann var líklegur til þess að náða stórsyndara. Og hann vildi ekki eiga standi því að boða í 40 daga að borgin verði eitt og svo verður hann ekki eitt. En Guð þekkti Jónas og hann kallaði á hann aftur eftir að vera að bjarga honum upp úr hafinu og senda til Nínive að boða þeim boðskap að borginni verður eitt. Við skulum bara lesa það. Þetta í 3. kafla frá 4. versi
Og Jónas hóf göngu sína inn í borgina eina daglið, prédikaði og sagði að 40 dögum liðnum skal Nínive verða í eyði lögð. En Nínive trúðu Guði og boðuðu föstu og klæddust hærusekk, bæði ungir og gamlir. Og þetta barst til konungsins í Nínive, þá stóð hann upp úr hásæti sínu, lagði af sér skekki sína, huldi sér hærusekk og settist í ösku, sem þýðir hann settist á öskuhauginn fyrir utan borgina, eins og Job gerði forðund í veikindi sínum. Nema þarna var hann harmi sleginn, konungurinn, að drottinn ætlaði að eyða ekki bara honum heldur öllu þegnunum í borginni fyrir syndi þeirra. Og svo segir hann að hann bauð öllum að hrópa til Guðs ákaflega og láta hver og einn af sinni vondu brenni. Þeir voru vondir og af þeim rangindum þeir höfðu hönd haft. Þið sjáu, Guð góður Guð. Hann vill ekki tortíma. Hann vill bjarga, frelsa. Og margir segja til dæmis að með syndaflóði, segja bara sér svo að það hefði verið þarna mörg þúsund manns sem yðruðu synda sinna þegar Nói prédikaði, eða kannski 1.000.000 manns. Hvaða skip hefði þá dugað handa þeim? Og þetta fólk átta sig ekki á því að Guð góður Guð, og þegar hann sér einhverja yðra synda sinna, þá vill hann ekki eyða þeim. En þá segja sumir, hvers vegna í ósköpunum hugsa góður Guð þann möguleika að tortíma fólki? Það vegna þess. Og það kemur fram í byrjunarköflum Biblíunnar að ilska manna var orðin svo mikil að drottinn varð að gera eitthvað. Þeir hefðu tortímt sjálfu sér. En Guð sendi flóðið til þess að sjá hverjir myndu taka við boðskapnum. Það voru 8 manns, sjáu því, áður voru það 10. Þannig að ef þeir hefðu fyrirfundist 10 í Sódómu, þannig þeir 8 og fengu að fara borð til björgunar. Guð góður Guð, hann í því að bjarga. Þess vegna heitir þetta endurlausnar áformið Guðs okkur syndurum til bjargar. En nú skulum við lesa 3. kaflan í Rómverjabréfinu, það sem segir, það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist, öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinamunur. Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endalausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttar for þeim sem trúa. Annar glæpamaðurinn á krossinum, á Golgata, hann var vondumaður, en hann trúði. Þegar hann áttaði sig á hver var við hlið hans. Hinn áttaði sig á því líka hver var við hlið hans, en hann iðraðist einskis. Hann fór bara að jagast og trasa við Jesú. Stígðu niður á krossinum ef þú ert sá sem þú segist vera, sagði hann. En þessi maður, þessi vondi maður, jafn að því að fá eilífðar launin, að lifað eilífu. Það ekki hægt að skammta sumum halva eilífu eða hluta af eilíf, það annarkvæmt alveg eða ekkert. Og stundu stóð Guð í þeim framkvæmdum hér á jörðu að útrýma syndinni, þar sem var orðin svo yfirgengileg að hann myndi bara flæða yfir allan heiminn og allt mannkynið tortímast í synd ef hann gerði ekki eitthvað. Svo hann lét flóði koma í eitt skipti og síðan eld var hann til Sódómu og Gómoru og svo víða í Biblíunni sagt frá því að aftur verður eldur til að hreinsa synd á jörðinni. En það ekki allir sem að trúa því einu sinni. Svo segir Páll meira, og nú það í 5. kaflanum í Rómverjabréfinu, meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma, takið eftir þessu, fyrir óguðlega.
Annars gengum allan okkur í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynni ef þau vill einhverja að vilja deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn, meðan við enn vorum í syndum vorum. Þar sem við nú erum réttlættir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa oss frá reiðinni. Sjáu þið? Guð góður Guð. Hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda, að bera honum vitni gegn þessum lygum, stórsyndarana sem ekki iðrast og kenna Guð allt sem illa fer í heiminum. Einhver sagði við mig, og ég hef getið þessa áður í ræðum, það allt í lagi, að ég yrði að skrá mig í hans trúfélag til að verða hólpinn. Annar sagði að engar konur verða í himnaríki. Sá þriðji hafnaði mér sem predikar þar sem ég væri alls ekki kristinn. Guði sé lof fyrir það að hann dómarinn, en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sinni stórsyndarana ber okkur að dæma. Grískir heimspekingar héldu því fram að fátækt fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist það að Kristi kona, ég að vitni þessa sömu konu, sagði skilið við okkur í boðunarkirkjunni vegna þess að við leyfðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bragðið ég og við öll í mikillu ónáð hjá slíkri konu. Guð hefur gefið okkur syndugu fólki að boða öðrum syndurum sáluhjálp, fyrirgefningu synda okkar allra. Þetta fjallar fagnaðarerindi kærleiksríks Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsara okkar, Jesú Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín á krossi til að greiða syndasekt okkar allra. Þannig hefur hann gefið okkur tækifæri til eilífs lífs, ef við bara viljum iðrast synda okkar og þiggja þessa náðargjöf Guðs. Svo sagði Jesús, líkt himnaríki og húsbónda einn, sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingar sinn. Hann samdi við verkamennina 1 denar í daglaun og sendi þá í vingar sinn. Síðan gekk hann út dagmál, það var svona miðað morgunin, og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einni í vingarðin og ég mun greiða yður sömu laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nónbil, það 3:00 í síðdeginu, og gjörði sig fyrr. Og síðdegis fór hann enn út og sá menn standa þar og hann spyr þá, hví hímið þér hér iðjulausir allan daginn? Allur dagurinn liðinn, rétt tæplega á enda. Þeir svara, enginn hefur ráðið oss. Hann segir við þá, farið þér einni í vingarðin. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi vingarsins við verkstjóra sinn, kallað þú á verkamennina og greið þeim kaupið, þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnir voru síðdegis og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla við gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu, þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gjörðu þá jafna oss höfum borið hita og þunga dagsins. Hugsið ykkur. En sumir kristnir hafa sig svona í dag. Ég hef búin að vera kristinn alla mína ævi, eða aðrir hafa kannski tekið á móti Kristi á fullorðinsaldri, en lifaði mörgar eftir það fyrir söfnuðin og málefni Guðs og eru svo óanæðir þegar aðrir koma inn í söfnuðin á síðustu stundu eins og ræningin á krossinum. Og hann eða slíkir fá líka eilíft líf. Hvað getur Guð gert öðruvísi en að allir fái það sem iðrast synda sinna og ekki hinnir sem ekki iðrast? Eða allt fyrir í rugling ef sumir fá aðeins meira en hinnir. Tala ekki um
en þeir sem fengu sama penning fyrir eina vinnustund eins og hinir sem unnu alla daginn. Guð tekur okkur öllum eins og við erum ef við bara iðrumst. Það eina skilyrði. Iðrast, taka móti Jesú Kristi sem frelsaranum okkar. Og húsbóndinn sagði við verkamenn sína sem voru þarna möldra að vinur, ekki gjör ég þér rangt til, sömdu við ekki einn denar, sömdu við ekki eilíft líf, til dæmis. Taktu þitt og farðu leiða þinnar, ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Hvílíkur boðskapur, hvílíkur Guð, hann meðhandlar okkur alla sem jafningja. Það fer enginn inn í himini sem segir við einhvern annan, ég var mikið lengur en þú í söfnuðinum. Ég var mikið lengur predikari eða boðaði eða gerði eitthvað góðverk fyrir drottin heldur en þú kemur inn bara á síðustu stundu. Þetta er ekki Kalles boðskapur að hafa sér þannig. Og svo önnur tilvitnun, sömu konu sem var vel kristin og skildi Biblíuna mjög vel. Og á grundvelli hennar skrifaði hún, skilyrðin fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið. Hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfeðra okkar. Algjör undirgefni undir lögmáls Guðs. Með öðrum orðum, fullkomið réttlæti. Og þá segjum við, hvernig getum við verið fullkomið réttlæti? Hafði ekki áhyggjur af því, ef þú meðtekur Jesú Krist og þiggur náð hans, mun að gefa þér sitt réttlæti. Og í dóminum, þar sem faðirinn þá Kristur okkar málsvari. Hann okkar lögfræðingur og hann mun segja við þig, mitt blóð fyrir hana eða hann. Og viðkomandi hólpinn að eilífu. Þó að viðkomandi hafi tekið við hjálpræðisboðskapnum á síðustu stundu. Og nú segjum við bara enn á ný, hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann hafa verið. Ef þú í auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesú Krists, mun að gefa þér að lifa framvegis sem sigurvegari með lofsöng á vörum þínum. Og enn Kristur hefur opnað okkur undankomu leið. Hann lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verður þú talinn réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Skapgerð Krists kemur í stað þinnar eigin og Guð veiti þér viðtöku rétt eins og þú hefur aldrei syndgað. Þetta ekki dásamlegt? Þetta ekki stórkostlegt? Við höfum verk að vinna, við höfum boðskap að flytja og til þess þessi kirkja stofnuð og þetta útvarp boðun sem nær til svona stórs meirihluta landsmanna. Og við reyndar allra sem á annar borð nota tölvutæknina. Við getum beðið fyrir þessu starfi, vinir. Annar ræningin var vondur maður sem þó iðraðist á síðustu stundu. Konan sem fyrst boðaði upprisi frelsara okkar var vændiskona, kölluð af drottni sjálfum til að fara heim í heimkynni sín handan við vatnið, Galileu vatnið, og segja fólkinu þar frá. Fólki sem áður hafði hafnað Kristi. Og þessi kona, ég að rugla hérna, það var annar vondur maður. Vændiskonan var svo fyrsta sem að fékk það tækifæri að boða upprisin Jesú Krist. Það þetta seinna sem þarna skrifað. Það voru 2 óðimenn sem einir fengu að kynna hann fyrir heimafólki sínu. Það var handan við vatnið. Og óðir menn, þeir voru bandbrjálaðir. Það héldu þeim engin bönd. Og þeir höfðu verið reknir með valdi úr samfélagi hinna trúuðu. Jesús tók á móti þeim
og fól þeim verk að vinna. Þeir báðu að vera svo lærisveinarnir, megum við fylgja þér eins og þeir. Og hann sagði nei, þið hafið verk að vinna að segja öðrum frá. Þeir voru stórkostlegi talsmenn drottins sem bar mikinn árangur. Af hverju ættu við að reka frá okkur slíkt fólk? Svo segir í Efesusbréfinu í 2. kafla og 8. versi og þar áfram: af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka, sem hann hefur yður eða áður fyrirbúið, til þess að við skildum leggja stund á þau. Sjáðu, þetta er okkar hlutverk. Það eiga allir möguleika. En það er undir okkur komið, okkur sjálfu, að vilja og að þiggja hjálpræði Guðs, eða þá að hafna. Í 2. Pétursbréfinu í 3. kafla þá er það alveg skýrt tekið fram. Drottinn vill ekki að neinu farist. Þar segir frá 9. versi: ekki drottið seinna á sem við fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlyndur við yður. Þar er hann vill ekki að neinu glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur, og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Að lokum, vinir, Jesús sagði sinn himneska föður: brákaðan reyr brýtur hann ekki, og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökkva, uns hann hefur leitt réttin til sigurs. En hann felur okkur að flytja þennan náðarboðskap öðrum syndrum.